Hæ, Hæ, hvað segirðu? fínt. Ég líka. Ég Eða er svona. ekkert eðlilega shiny. Mm Ekki ég, af því að ég á eftir að græja mig. Þú ert alltaf að græja þig í þessum þáttum. Væntanlega, klukkan er 9, skilur, og ég er hérna á 1.000.000. Ég þarf að koma börnunum út og síðan kem ég heim og þá hef ég einhver tíma. Já, þú þarft að koma börnunum út og ég þarf að koma að telma út. Já. Já. En bara fyrst við erum með þetta hérna, þá erum við í boði Cosrx og ég er búin að vera að leita að uppáhalds kreminu mínu sem er Hyaluronic Acid kremið sem er svona, þú veist, er dagkrem og raka bara bomba. Bara ef ykkur vantar eitthvað ógeðslega gott krem fyrir kuldan í vetur þá mæli ég með kreminu. Það er svona blátt merki á því. Elva, með hverju mælið þú? Sólavörninni. Já, ég var að fara að segja bara sólavörðinni, sko. Þú ferð ekkert svona shiny húð eins og ég er með núna nefnum hún út í sólavörð, sko. Það er bara þetta að spegla sig hérna í mér. En eitthvað annað? Já, hvað má ég ekki mæla með sér sólavörðina? Hún er Jú. alltaf yndisleg. Ég veit bara að þú hefur notað miklu meira þannig að alltaf að segja sama. Já, sko ég fíla hana Snail Musin en kremið, en mér finnst gott að nota það sko undir þykkara rakakrem, þannig að þú veist ég nota þetta ekki beint sem rakakrem eitt og sér, ég nota þetta sem bara svona, ég set serum, svo set ég Snail Musin kremið og svo set ég þykkara rakakrem yfir, and I like that a lot. Ég var búin að ákveða að ég ætlaði ekki að tala ensku í sem þætti, ég var að fara að segja bear with me. Hér skal vera töluð íslenska í hvert einasta orð. Í hvert einasta orð. Já, ég sagði aldrei hún eru góð. Amma sem sagt sendi mér skilaboð í gær, fyrir þetta og gaf mér afslátt en Elva þarf að hysja upp þessi. Amma sagði það nú Hvað ekki. gera? Ég veit það ekki, ég er svo, hérna vinkonu mín sagði við mig að það væri svo fyndið að fylgjast með þessum þáttum að því ég er alltaf annarkvort að naga neglunar eða fykt í hárunu mínu eða eitthvað og ég bara, Heppin að fara ekki að bora í nefi næst. ég þarf eitthvað á milli handana, þú veist, ég þarf bara að vera að gera eitthvað. Þess vegna áttur að vera með töst í hendinni en þú tókst það ekki með inn úr bílnum. Já, af því ég er bara með 2 hendur, ég þurfti að bera svo mikið inn. Ef ég væri með töst í hendinni, þú veist, ég væri þá bara að tjögga það, sko. Ég veit það. Það er bara ekkert vera. Nei. Gott að tjögga töst. Hvað, er það ekki hress? Jú, ég er alveg hress, sko. Ég væri bara til í að vera með töst. Bara abbó. Ég er ekki ennþá búin að finna það hérna. Hvað getur ég bara spurt töstfólkið? Hvað, að senda mér glerflöskur yfir hafið? Nei, spurt töstfólkið. Afsakið, Hvað- hvar finn ég töst hérna í Kaliforníu fylki? Já, ég er bara búin að vera eitthvað að þrjóskast við það og búin að vera að fara á sömu staðinu og ég fann þetta í New York en síðan er þetta bara líka á Amazon þannig að ég á bara að drullast þess að panta það þar. Já, halló. Halló, ég sá þig í fréttunum Akkurri? af opnunarhátíðinni. Ég var í kasti yfir þessum myndum. Já, það var nefnilega, Húrra hafði samband við mig og vildi fá svona celebrity appearance og ég var bara, ok, ég skal alveg koma. Smelti ykkur myndum að mér þarna og svo fór ég bara. Já, Nei. og mér fannst bara ógeðslega að fyndi það sem stóð undir myndunum, þú veist, 3 ætliðir Já, og svo mæðgunar. Já þau voru ekki alveg vissum hver átti barnið, sko. En, Barnið er í sameign hjá okkur. það er svona deilt forræði yfir barninu. Já. Þannig ætla ég að gefa sjálfur mig klapp á baki fyrir að segja eitthvað íslensku því að ég var með orðið á ensku í huga, fyrst og fremst. En ég sagði, stopp, nú talar þú íslensku. Og takk fyrir. Já, gott að hafa svona langa pásur af því að fólk vil lengri þætti. Þannig að af því að Elva er að vanda sig að tala íslensku þá verður lengri þættir af því að Já. Nei, það verður bara meiri vinna fyrir mig að klippa út alla pásunar. Ég er alltaf að klippa út ógeðslega mikla pásur hjá okkur. Já, maður þarf að fá tíma til að hugsa, sko. En já, var þessi opnunarhátíð helgina? Nei, hún var á 50 daginn. Jæja, hvað gerir helgina? Já, hvað gerði helgina?
Nei, Fórstu á landsleikinn? Nei, ég fór ekki á landsleikinn, ég var á Föndra. En já, á laugardaginn þá málaði ég bæinn rauðan. Var í svona leik, svona ratleik eða svona þar sem að ég var að fara, eða ég og stelpunar sem ég er að vinna með. Við vorum, já, í svona ratleik þar sem vorum að labba á staði og gera eitthvað svona challenges og ég flaug á hausinn úti í hálkunni. Ég gjörsamlega pomsaðist á magan. Það var mjög fyndið. Á magan? Já, og því ég var að labba niður Laugaveginn og þú veist, alveg bara svona neðist niður á Laugaveginum þar sem að er komin svona bara smá halli í götuna, skilur bara það sem að B5 er. Og ég var eiginlega bara, já, ég var akkurat fyrir utan 66 branna við hliðin á þar sem að B5 var. Og það var svo mikil hálka og það var búið að snjóa svona örlítið ofan á, þannig að maður sá ekki einu sinni hvað það var hált og ég var þarna í einhverjum hælum eins og Pollyanna og maður bara að reyna að labba og misti löppinu undan mér og skalla magan. Varstu að labba upp eða niður? Niður. Ég sé þetta ekki fyrir mér á magan. Nei, ég skil ekki hvernig það gerist, ég bara misti aðra löppinu undan mér. Og þetta náðist náttúrulega ekki á vídeói. En hún er að vanda sig. Já, ég er að vanda mig. En já, og svo fórum við á hinn og þennan stað og ég endaði á að endurtaka leikinn á dansgólfinu á einum staðnum þar sem ég var að leika mig detta á magan. Varstu það viljandi að detta? Nei, ég bara lagðist á magan á dansgólfinu og var eitthvað liggjandi á maganum á dansgólfinu. Og vonandi þegar það var ekki fullt dansgólf. Við fórum bókstaflega einu á dansgólfinu. Já, ég ætla að segja. Við vorum á þannig stað. Á þannig stað. Já. Svo var ég með húu. Ok. Ég var með húu á djamminu og ég var með háan snúð og svo húu og það var náttúrulega gul viðvörun. Þannig að það var svona eins og ég væri með svona, ég ætla ekki að fara að bylla eitthvað orð á íslensku, þannig ég ætla að nota ensku þetta fyrirfram afsökun, nei, hvað sem er fyrirfram. Ok, hættum að afsöka okkur. Ok, ég var með svona conehead. Já. Og það var mjög fyndið. Þetta er svo gott podcast, sko. Þetta er svo góð sögt. Jésús minn. Ég er alltaf með þetta og tala ekki ensku. En talaðu þá, spurðu mig hvað ég var að gera það. Mér langar ekki að spyrja það út af því ég er öfundsjúk. En jú, sagði öllum. Ok, ég fór til Jönu helgina og var í Los Angeles, borg Englana eins og við segjum í Íslandi. Já, ég var bara, þú veist, ógeðslega mikið að gera hjá henni náttúrulega í körfunni, þannig að ég var bara svona að í rauninni bara svona skugginn á henni, en hún átti afmæli á laugardaginn til hamingju í hana og já, bara svona skuttleði í eitthvað frattparti í USC og já, það var bara fjör. Næs. Mér leiði eins og ég væri á leiðina að heimili, en það er alltaf leið. Þú ert að gleyma einu. Hverju? Þú fórst á TikTok live. Oh my god, Elva. Hvað, ég var búin að gleyma því. Ert þú eitthvað ofhugsað það? Nei, mér fannst það bara svo fyndið. Ég og Telma vorum upp í sófa heima og ég var að tala um mamma og pappa. Heyri ég ekki alltaf í þér babla? Ég var bara, hvað? Ég held að maður feista með þig. Ég enda á reikanin í herbyggja af því að heyrðist ekki í mér fyrir þér á TikTok live. Loksins er ég að eiga stund með foreldrum mínum, verandi miðjubarn. Heyrist í þér hana? Af hverju gerur allt svo dramatíst? Loksins er þetta eiga stund. Þú býrð á Íslandi og þeir eru bara 2 og getur alltaf verið með þeim. Ég er náttúrulega bara að reyna að vera fyndin en Lóisa, það farðu bara að hlæja. Eigum við að tala um gjafaleikinn? Já, ég veit sjálf ekkert geðið mikið hann, sko. Sagði mér. Hann verður komin í lofti núna, sko. Þannig að, þú veist, fólk verður að hlusta og, þú veist, við væntanlega við ætlum að gefa þetta fyrir jól. Við bara drögum út á næstu dögum. En í gjafaleiknum okkar er auðvitað geggjaður pakki frá Kósa Rex
Skin 1004 og Tríhött. Þú getur náttúrulega sagt okkur hvað í honum. Já, það er bara allt í honum, sko. Allt okkar uppáhalds. Allt okkar uppáhalds. Það er bara allt þetta helsta frá COSRX, þú veist, það er hann að Snail Mucin, Power Essence og svo það líka hann að Peptide Skin Boosterinn, það svona sheet mask. Er hann svona þungur? Nei, er þetta sinnum 3? Er þetta 3 maskar í einu svona? Nice. Ég er að spyrja. Þú heldur á þessu, ég veit það ekki. Já, ég veit ekki. Það kemur allavega hérna sinnum 3, væntanlega er þetta þá. Það meikar sens að því að einn maski, þetta væri frekar heavy fyrir einn maska, sko. Frekar þungt, sorry, afsaka þetta. Þetta er svona maski sem er með á sér bara í, þú veist, 3-4 tíma, sko. Ég þarf bara aðeins að fá sletta. Við erum með All the Goods frá Tríhött og Skin 1004. Við erum sérst með rakóljuna frá Tríhött og við erum með skrúbinni frá Tríhött og við erum með body lotioni frá Tríhött og við erum með baðsápuna frá Tríhött og við erum líka með litla svona gjafaösku af vanilju lyktinni. Þessa hér. Þetta er ógeðslega næs. Já. Þetta er alveg skrúbur, olía og svona fragrance mist. Hvað er það á íslensku? Það er alltaf ilma. Eitthvað svona, ég veit ekki. En þannig að fólk er með helling fyrir sig og getur líka að gefa áfram í jólagjöf ef vantar eitthvað jólagjöfur. Já, þú veist, ég er ekki eins og byrja að tala um Skin 1004. Það er allt frá þeim, sko. Það er hreinsioljan, það er serumið, það er sólavörnin og það er Foam cleanser. Já, það eru maskar og þú veist, bara ef þú vinnur hennan gjafaleik þá ertu sko í góðum málum með jólagjafir. Þú þurftir ekki einu svona að kaupa. Og góðum málum með húðina bara út 2026. Já, fyrir utan það. Síðan erum við með kippu af litlum töst og 3 stórar og síðan kassi af Red Bull. Það er enginn að fara að sofa. Tjók. Síðan erum við með 20.000 króna gjafabréf frá Dynout og það er geggjugjöf og líka bara ógeðslega gott að eiga. Þetta er 400 staðir eða eitthvað sem maður ætti að fara og nota þetta á. Síðan erum við með gjafabréf frá Lind Scandinavia sem að ég talaði um í síðasta þætti og Elva er ekkert eðlilega spennt fyrir dagatalinu. Þú ætlar að fá þig það fyrir næsta árið, ekki? Jú, ég þarf að skipta út því sem ég á. Hvetjum alla til þess að skoða hérna dagatali og líka bara jólagjöfahugmyndir hjá þeim. Og síðast en ekki síst erum við með 10.000 króna gjafabréf frá Vilma Home og váka mig langar í margt sem er inn á Vilma Home. Elva, hefur þú séð það? Það er svona gúasja sem er með svona rafmaksdæmi í, er svona omg og margt annað eins og brúsar og alls konar sniðut sem er hægt að finna þar inni. Og þetta er bara einn pakki, þannig að það er í rauninni 2-falda líkur fyrir fólk sem vilja taka þátt. Það er 1 leikur sem verður á Instagram og 1 leikur sem verður á TikTok. Ef þið er ekki búin að sjá það, þá getið þið farið og það eru auðvitað þessar helstu reglur. Við kíkjum hvort að vinningshafi sé að followa það sem við tökum fyrir neðan og svona og bara deila og koma breið út boðskapi falsfrétta. Þú ert að gleyma einu. Nú, Dr. Skin. ertu búin að redda þig? Ég sendi á þig. Sorry, ég sá það ekki. Já. Ok, ein bomba í lokin. Já, það er bara... Vá, ég er stolt að þér. Já, takk. Lótu svo, ég sé ekki að gera neitt í það. Ok. Lótu svo, ég er ekki alveg hræðileg, sko. Á köflum. Nei, veistu, ég get ekki sagt þér þetta. Ég get ekki... En mér minnir að það var allána sólavörn og eitthvað annað. Það verður bara komið ljós. Ég man ekki nákvæmlega. Ok. Örugglega sólavörn og Alda. Ég verð allavega búin að setja það inn á samfélagsmiðla í dag þannig að fólk veit þetta örugglega allt nú þegar. En geggja Dr. Skin líka. Það verður bara allir með skin glowing for days. All the days. Jólin og 2026. Þannig takk kærlega fyrir að vera með okkur og gangi öllum vel í gjafaleiknum. May the odds be forever in your favor. Þýtti þetta nú verið íslensku? Nei. Megi líkurnar vera að eilífu þínu megin í liði. Ykkur í hag. Það. Svo bara aftur
minnum fólk á að subscriba ef þið eru á Apple Podcast, ég nefndi bara Spotify síðast, bara allt svona hjálpar okkur á meðan við erum að reyna svona ná til fólks og þá er þetta auglýsingakast bara búið í bili held ég. Nú ætlum við að ræða staðreyndir okkur. Vilt þú byrja? Þetta er örugglega það erfiðasta sem ég hef gert á þessu ári. Svona víst að árið er að ljúka. Að finna staðreyndir sjálfa mig er bara, ég er ótrúlega ómerkileg manneskja. Ég komst eiginlega að því þegar ég var að þessu, ég var að pæla í þessu, en allavega ég fann eitthvað misgott. Við hefðum eiginlega átt að gera bara hérna í rauninni ekki staðreyndir. Við erum með falsfréttir og segja bara eitthvað bull okkur. On jokes. 8 bull. Alveg já, ég er með 14 tær. En já, ég skal byrja að segja staðreind mig. Ég sko on jokes spurði vinkonum mínar og Telmu og okkar. Ég var bara, hvað eru staðreindir mig? Það var engin hjálp í þeim, sko. Við ætlum að segja svona, ég veit ekki alveg hvað ég er með margar, ég held ég sem er 5 eða 6 sjálf á mig. Og síðan ætlum við að segja svona 2-3 hverja aðra. Ef að ég er með eitthvað að lista þig sem að þú ert búin að segja sjálf, en við bara vonandi þá bara reynum að muna eitthvað á staðnum. Já. Ég er alveg low-key bara eitthvað að wingin it núna, sko. Já, eins og venjulega. Já. Vá, þarna var ég að sletta. Low-key wingin it. Viltu þýða þetta fyrir ömmu? Já, ég var sérst að meina að ég er svona láglykil að ég er svona láglykil að vængja hlutum núna. Ekki. Oh my god. Hvernig myndir þessi þýða low-key? Ég er náttúrulega bara slangur, skilur þú þetta að finna, oh my god, ég veit ekki alveg með þetta. Æjá, ok. Hvort við hefum bara slaufa þessu podcasti að því að þessu hlaðvarpi, að því við getum ekki tala íslensku. Nei, er ekki öll fjölskylda okkar hægt að hlusta núna? Við getum farið bara leysa frá skjóðinni. Hvað segir maður ekki? Oh my god. Sko, þú ert ekki skárin ég. Elva, það verður eitt þáttur hjá okkur, ég að segja þér einhver orðtök og þú átt að þýða þau á íslensku. Ok, ég held að það sé actually mjög skemmtileg. Actually. Ég veit það. Veitu þessu? Þetta verður ekki hægt. Ok, byrja að segja staðreind. Fyrsta staðreind mig er að ég borða ekki franskar. Ég er eiginlega eins. Ég veit ég lít út fyrir að borða franskar. Ég er smál. Það er eins og ég sé, já, bara á frönsku mataræði, bara franskar. Já, Er það út af því að mamma panta sér oft bara franskar? Eða þú veist, mamma borðar oft bara franskar? Já, mér finnst það ótrúlega mikið svona gælu dæmi að panta sér bara franskar. Mér finnst það að vera alveg svona, já, gælu kvöldverður að fá sér bara franskar, miðstara franskum eða eitthvað. Ég tengi ekki, og þú veist, yfirleitt ef það er eitthvað svona, já, það er eiginlega alltaf tilboð á öllum stöðum, bara eitthvað, já, hamborgari, franskar og gós. Ég kaupi frekar bara stakan hamborgara og stakt gós út af því að þótt að sé hagstæðara að kaupa tilboði líka við, sko. Og það ég vill ekki fá þessa franskar nálægt mér. Engan veginn. Ef það er eitthvað eitt sem ég get sagt ykkur Elvu, að þá er hún ekki hlynnt matarsóun. Hún myndi aldrei kaupa sér eitthvað svona tilboð og henda frönskum. Nei, ég myndi frekar borða þér. Ok, fólk myndi verið að halda því sem ég meina þetta núna. En Og þú með staðrendum þig. Ég veit, ég er bara að pæla að þú veist, ef þú myndir pantaði tilboð, myndir ekki borða þér, sant? Nei. Þú veist, finnst þér bara vondar? Yfirleitt, ef ég er ógeðslega svöng, þá svona fæ ég mér 2-3 bara til þess að setja eitthvað onni mig, en ég er bara svona, ég myndi aldrei kaupa mér franskar, bara aldrei. Og ég myndi aldrei kaupa mér tilboð með franskum. En þar sem er hægt, eins og hamborgarabúlunni, er hægt að skipta og fá sætar franskar í staðinn. Ég get það, sko. Ég get bara sætar franskar. Ég er þannig að mér langar eða aldrei í þegar ég panta, en ef ég fæ mér 1-2 að þá enda ég á að fá mér svona alveg nokkrar, en veist, ég er aldrei eitthvað svona spennt fyrir franskunum. Ég bara þetta ekki, sko. Mér finnst þetta bara ekki næs. Ok, og ég kom með staðreynd. Ég og Elva bjöggum í Finnlandi í 1 ár. Var það ekki lengur? Nei. Man ekkert eftir þessum tíma svo sem. Væntanlega ekki, þú varst 1-2 ára og það sem að ég man, það er Elva að vera veik og
mamma greið að reyna að sjá hana og reyna að tjastla henni saman á meðan ég átti bara að setja einhver staðar og vera til friðs. Ok, manstu actually eftir því eða manstu bara eftir því út af því að þú hefur heyrt svo margar sögur það? Ég man alveg eftir því og ég man, út af því maður svona talar bara svona your inner child, hvernig myndi maður segja það á íslensku, en allavega bara svona Innra barn. já, þegar ég hugsa tilbaka þá bara svona, ég fæ alveg bara svona kuldalega tilfinningu, bara svona erfiðan tíma í alvörinni. Hvað? Bara dramatísk. Elva. Hvað? Ok, ég er bara Nei, deil ok. einhver hérna og þú veist bara, ég man bara þú veist að, já, bara þú varst mjög mikið veik og við gátum ekkert mikið verið eitthvað að fara út og gera eitthvað skilur, en gerðum alveg helling samt, en ég bara svona, það sem stendur upp úr er það einhvern veginn og ég er alveg ógeðslega meðvitu það, þú veist, með börnin mín hérna. Þannig þegar Flóki segir alltaf eitthvað, mamma, við erum ekki að gera neitt skemmtilegt, og þá er ég bara, guð, ef að barnið mun líta tilbaka og hafi ekki verið að gera neitt skemmtilegt, við erum alltaf að gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Ég man alveg eftir að við fórum mikið í sund og eitthvað svona, og veist, ógeðslega skemmtilega svona innisundlegar í Finnlandi og fórum á sleða og svona, en svona allt sem ég man úr íbúðinni, þú veist, þar sem við áttum heima, það er bara eitthvað svona steiktar minningar. Já, ég man sko ekkert eftir því. Auðvitað ekki, þú varst náttúrulega bara að tala þér valla sko. Nei. En þú mátt taka næsta. Já, nú er svo mikið að hugsa Finnland sko. Ég hugsaði að ég myndi koma með eitthvað svona Finnlands staðreind, þú veist, en ég var bara neil og vissi að það var að segja eitthvað þannig. Staðreindin mig er að ég get kýrópraktað í hálsinum á mér, að vild. Já, og það er ekki næs að vera nálægt þér þegar þú byrjar á því. Að ég gera núna, ég er sko búin að spara fyrir þáttinn. Hvað er með það? Ok, ég samt sko, ég get gert þetta á svona klukkutíma fresti. Það er ekki eins og ég hafa eitthvað þurft að spara þetta, en ég skal gera þetta. Ég vil vara fólk við. Það kemur kannski ekki það mikið. Ok, ég ætla að gera 1, 2 og heyrið þeist. Og ég ætla að gera hinn með núna. Oh my god, já. Þetta er svo mikil vani hjá mér. Ég veit ekki, ég get meira gert meira. Nei, alveg allt búið núna. En þetta er svo mikil, þetta er svo mikil vani hjá mér. Á stundum er ég sittandi í mat í hádeginu í vinnunni eða eitthvað og ég þarf svo mikið að bragga. Ég bara rétti snúr mér og svo bara kastaði hausnum til hliðar. Og í stundum fæ ég bara svona, fólk bara svona, hvað í andskotanum varst að gera? Eins og ég sé bara breytast í hana skrýmsli, eins og hana vekna í Stranger Things, ég bara taka mig. Ég byrja bara að liftast, bara cool, ok, we move on. Mér finnst þetta allt vera svona eitthvað svona góð saga, en veist, af því að við vitum þetta allt skilur við, þá er þetta svona Það mitt. Fólk veit þetta ekki að núti. En Nei. eitt sem að fólk veit ekki mig. Það er alveg mjög margir sem veit þetta, en ég hef aldrei talað þetta eitthvað á TikTok eða eitthvað svoleiðis. Að þetta er svo steikt og skrítið og ég get ekki útskýrt þetta, en þetta byrjaði örugglega þegar ég var svona 7. eða 8. bekk og ég veit ekki hvort þetta sé kvíðaeinkenni eða ADHD eða hvað, en ég hef plokkað hár úr höfðinu á mér. Ég var bara, hvað var hann að fara að segja? Hún getið talað við dautt fólk eða? Sko, dróið inn í þetta var bara eins og væri að fara, þú veist, og væri bara Teresa Computer í hérna, sko. En þetta er samt, þú veist, þetta var í alveg bara case þegar ég var yngri. Þú veist, ég var bara með, þú veist, ég var með svona stóra skallabletti, þú veist, já, upp á svona mesta, það var þetta svona stærri en golfbolti, sko. Gerðu og þetta alveg ekki 2. ennþá? Jú. Ég man, það er andjús bara svona, það er svona core memory hjá mér heima að við kannski að chilla í sófanum og það heyri síðan í mömmu. Hætti í hausnum, hætti í hárinu, Loisa, eitthvað svona, hætti í hárinu. Að þú varst alltaf svona, svo varstu, snýruru, svo keftir. Akkur myndir ég gera þetta?
Ég get ekki stjórna þessu, ég sverða. Bara í Candy Crush og búa til skallablett á meðan. Já, þú veist, ég ger þetta, ég fatt ekki þegar að gera þetta. Akkur heldur að mamma hafi þurft að segja mér að hægt þessu, skilju. Við erum að tala um það að fólk að fara úr landi til Tyrklands þess að fara í hár ígræðslu. Við höfum bara getað lána, bara banka upp að fólki, við erum bara, taktu þetta með til Tyrklands, mátt fá hérna, þú veist bara að rífa hársekkjana upp með, sko. Já, ég veit það. Ég man þetta byrjaði eiginlega því að við vorum alltaf að gera þannig fasta flettur fyrir leiki og svona. Já, voru ykkur hár sem stóðu upp úr. Já, ef ég var með bungu, þá bara bless, 100 hár bara, ekki meir af þér. Reyndi aftur síðar. Þegar ég var á úlingsaldri þá var ég alltaf bara með, þú veist, risa skallaflett og var alltaf hérna, þú veist, bak við eyrað vinstra megin og þú veist, alla myndir sem var hægt að finna mér með þykka hárið mitt þá þú veist, þá var alltaf með svona spennur yfir, þú veist, að því ég var bara svona eins og kall sem að reyna að fela skallaskiluru, var að greiða yfir það. Þetta er ekki eitthvað sem að ég næ að stjórna. Það var svona stærsta ástæðan fyrir að ég snóðaði mig 2022 af því að þegar ég byrjaði á ADHD-lyfum þá hætti þetta, það veist, minnkaði þetta miklu minna skiluru, þannig að ég held að þetta sé ADHD-enginni. Hætta naganeglunar. En já, þetta er bara eins og naganeglunar fyrir mér, sko. Þannig að ég veit ekki hvort ég geti sýnt eitthvað núna því að ég er alveg, gera þetta alveg núna, sko, og því er ekki að lyfjum. Leitar Það er svona miklu styttri hár hérna. Já, jú. Goals. Nei, af því að ég var einu svona með þessu þykkt og fallegt hár og hér erum við. Ég er bara að gera þetta. En þetta heitir, ég man ekki nákvæmlega nafnið á þessu, en þetta heitir eitthvað Trichotillomania eða eitthvað, ég held að ég sé að segja þetta. So I'm not alone. Og ef að þið að núti er að gera þetta, þá bara finn ég til með ykkur, af því að þetta er ekkert spes, sko. Já, og ég ætla líka að senda, af því að ég get ekki ímyndað mér að vera að hlusta á þetta og vera kannski með eins og alopecia eða eitthvað svona, þú veist, hárlós sem maður ráði ekki við. Og ég eitthvað hérna, ég bara plokka hár úr höfun á mér eins og ekkert sé eðlilega. Mér líður svo asnalega þegar ég sé eitthvað svona sem er að glíma við hárlós og ég eitthvað svona, tengi, en nei, það er út af mér. Ef þú ert ekkert að þessu viljandi, þú ert ekkert eitthvað, jæja, krakkarnir var í skólan, best að fara að plokka úr mér hárin. Nei, ég ger þetta bara þegar ég er að gera eitthvað allt annað, þú veist, ger þetta þegar ég er að keyra, ger þetta þegar ég er að horfa á eitthvað, þú veist, bara eitthvað svona þegar ég er bara eitthvað að einbytta mér að einhverju, þá er þetta bara eitthvað svona skrítið soothing dæmi, sko. Næst þá er það staðreind um mig og ég ætla bara að leyfa mér að segja að þetta sé eina staðreind um mig og það er að ég hef farið í slag við strák. Er þetta ekki bara fín staðreind? Ég nefnilega, ég veit ekki hvort að þú sett eins og hugsaði þetta eins, en að því að ég hef líka farið í slag, en mér finnst svo asnalegt að segja farið í slag að því að það var ráðist á mig, hann réðst á þig, er það ekki? Jú, en það er bara aðeins nettar að segja að ég hef farið í slag við strák heldur en að segja að ég hef verið barn í klessu á strák. Já, ok, ég er náttúrulega, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn svona að því að ég instigita ekki neitt, skiluru, að þá finnst mér asnalegt að segja að ég hef farið í slag. Ég instigita alveg. Já, ok. Rightfully so, sko. Hvernig segi þetta alltaf í íslensku? Hann var bara að vera fucking leiðilegur, afsakið orðbragðið, við vinkonu mína og frænku, svo það sé sagt. Hún er falsdóttir líka. En já, hann var að vera leiðilegur við hana og ég, eins og við ræddum hana í einhvern þætti hérna, að ég gæti ekki bara setið á þessu og sagt ekki neitt, þannig að ég fór eitthvað drull yfir hann tilbaka því að hún var ekki að svara fyrir sig, þannig að þá var ég bara byrja ég óumbeðið að drulla yfir hann fyrir hana og það fór ekki svona vel í kallinn, sko. Það var bara eitt í stöðunni og það var bara að þagga í mér með hnefunum. Oh my god, hann bara, jæja, nú er Elva búin að fylla mælinn sinn. Nei, Besta. ég er náttúrulega fyllti mælinn hans. Já, ég veit það. En þú veist, I took one for the team, hann var rekinn úr skólanum fyrir þetta. Ég hefði náttúrulega bara átt að vera klöppuð upp eða eitthvað. Nei, ég segi svona. Má þetta? Já, þetta má. Ég meina, hann barði mig, sko. Ég veit það, ég man eftir þessu. Ekkert einu sinni. Sparkaði líka í mig og eitthvað. Hann misti stjórn á skapi sínu. Viltu bæta ykkur við þetta? Hverju? Staðrindin var bara að ég hef farið í slag. Já, ég veit. Það er flott.
Ég fór í kaþólskan hæskól í Bandaríkjunum í korter. Nei, djók. Ég kláraði hérna körfuboltatímabili og svo sagði ég, heyrðu, ég nenni ekki lengur að fara í messu klukkan 6 á morgnana, ég er farin heim. En ég nenni ekki að tala um það. Ég er ekki tilbúin að tala um það. Þú hefur nú alltaf verið svolítið kirkjustelpa í þér. Alveg langt í frá. Ég þurfti að vera í ógeðislega ljótum skólabúning og vera í pilsi yfir sko hávetur og kaldar aftan á Íslandi og ég átti svartan blæjubíl, svona bjöllu og það var svo ógeðislega kalt inn í bílnum á morgnana og bara kalt alla leiðina og ég einhverju helvitis pilsi. En já, fleira var það ekki um þetta. Þú mútt taka bara boltan. Já. Mér finnst svo fyndið að þú veist, þetta var bara lífið þitt einu sinni. Mér finnst bara eins og þetta sé bara eitthvað svona fever dream. Þú veist, ég er bara svona, þetta gerðist ekkert í alvörunni. Nei, er þetta ekki á svipuðum tíma og þú varst barinn? Jú. Já. Erfið tímar hjá falsfjölskyldunni. Æ. Já, það gekk mikið á hana. Fórstu sendi hann skóla? Sendu mamma og pappi þín á skóla eða fórstu bara sjálf? Og veist, ég er náttúrulega, af því að við vorum að reyna að velja eitthvað nálagt fjölskylduna okkar að núti, að þetta var eiginlega bara eini svona skólinn sem var með eitthvað ágætt körfuboltalið sem var ekki, þú veist, public school. Þú veist, það voru ógeðslega margir skólar miklu nærenni og miklu flottari og svona skemmtilegri og stærri skólar sem voru ekki eitthvað svona trúalegir. En af því að við þurftum í rauninni, það mátti ekki fara sem eitthvað svona skiptinemi nema, þú veist, hlýtur að vera, þú veist, gegnum AFS eða eitthvað svona, þú veist, sem við vorum ekki að gera. Og eina leiðin sem við fundum til þess að vera mega að fara í skóla var að fara í eitthvað svona private skóla. Kostaði alveg, kostaði 1 milljón eða meira. Já, þetta var steikt og þetta var svona fyrstu kynni mín af svona hvað Bandaríkin eru steikt með eins og, þú veist, þarna var Obama, hann var endurkjörinn á meðan ég var hana og ég barasta hvað liðið í þessum skóla er bæði rasíst og já, bara svona típiskir trömparar og það er allir trömparar hana sem að ég svona þekki í dag, sko. Ekki þau sem ég þekki í dag, en allir aðrir sem ég er með á samfélagsmiðlum og svona, þú veist, bara stelpa sem að fór í svona einhverja páskaeggjaleit í Hvítahúsinu og okkur svona. Ok, fjör alert. En Gunnar vill ekki að ég sé að tala um forsetaninn. Nei. Just in case. Hann er örugglega að hlusta. Ég veit hann er að hlusta. Beð heilsa. Eitthvað í tækinu, gemli. Sama mamma Dani sagði. Ég veit. Elva veit. Heyrðu, næsta. Ég er með eitthvað skonar vera í fötunum oftar en einu sinni fóbíu. Eitthvað svona djammi, eða þú veist, þannig. Nei. Ó. Ég er að tala um það að ég fór í vinnuna í morgun í gráum joggingala, kom heim úr vinnunni. Þetta var svo erfið vinnudagur, by the way. Ég var alveg bara, ég þurfti að fara í bað og ég bara hlustaði ekki á neitt. Ég bara lá í baði, bara allana. Ég fór í bað og þegar ég var búin í baðið þá fer ég bara í ný föt. Ég fer ekki aftur í sömu fötin. Ég er með þannig fóbíu. Þótt að þau sé ekkert skítug eða vond lyktaði með neitt, þú veist. Ég bara get ekki farið í sömu fötin aftur. Á þess að ég þrifin á milli. Ég tengi alveg smá, en samt svona þegar maður á 3 börn, þá hefur maður ekki alltaf val, sko. Já, þú veist, ég veit ekki hvað það er. Þú veist, þetta er ekki eitthvað svona sýklafóbía eða eitthvað, þú veist, að því ég get alveg haldið í handriðið á rúllustegunum í Smáralindinni eða eitthvað þannig, skilurðu. Þetta gæti tengst í að vera hrædd við það að lykta illa. Ég er með fóbíu fyrir því. Ef ég fer út úr húsi ef ég gleyma að setja á mig svitalyfjaeyði eða ylvatn eða eitthvað, þú veist, þá er ég bara, ég fæ lömunartilfinningu, sko. En allavega, people are dying. Ég er hægt að kasta í þessu. Herðu, ég var að öllum líkindum indversk prinsessa í fyrralífi. Ok, hvað ert að segja? Varst ekki bletturinn? Já, jú, ég held að vera bara að segja eitthvað annað. Ég held að vera bara að tala bara eitthvað svona, eitthvað draum eða eitthvað. Ég var bara þetta ekki staðrind. Nei, ég sagði þetta til þess að ná þér. Þú veist, það er ekki bara prinsessu sem er með svona. En þegar ég var lítil, ég veit ekki hvenær hann birtist,
Ertu aftur frosin? Nei. Nei, ok. Vá, þetta bara staðfesti það, ég er aldrei kjurr, af því leið að ég var kjurr í smá stund þá bara, hún er frosin. Ég er bara að taka mannequin challenge. Herri, við erum sem sagt búin að vera með alls konar tæknilega örðuleika í þessu helvitis forriti, þannig að ég er smá nógið. En já, þegar ég var lítil, þá fékk ég allt í einhver svona æðaslit á ennið og það var bara rauður punktur hérna og hann var svona mismikill eftir ég veit ekki hverju. En bara alveg í miðjun á enninu á mér fyrir þá sem er ekki að horfa. Og allt í einu bara, ég man ég var í Vestló og ég var bara eitthvað, heyrðu, hann er farinn. Við erum að tala um svona 15 ára lífin mínu. Já, þetta var lengi, sko. Já. Hvað var þetta? Og- Æðaslit? Ég bara get ekki sagt þér, en það var bara svona rauður punktur og stundum, þú veist, þegar það var kalt eða eitthvað, þá sást hann miklu meira. Ég mun reyna að finna einhverja góða mynda á honum. En svo bara, allt í einu, þegar ég var komin á Úlfsandur og bara hvarf hann. Það var bara vinalegt. Ég þarf að Já. spyrja indurina hérna í Frímont hvað þeim finnst þetta. Hvort það geti kleimað mig einhvern veginn. Nú trítlar þú hættulegar slóðir. Þetta var bara grín. Ég var bara að grínast. Má, ég var svo mikið að reyna að vera eitthvað málefnilega á íslensku þarna. Já, ég heyrði það. Takk. Það gengur ekkert sérstaklega, en já. Nei. Nú mátt þú. Ég var einu svona módel. Ég hata mig. Hjáta mig. Nú þarf ég... Ertu í alvörunni? Já, ég var í alvörni einu svona módel. Nei, ég er djóka. að segja þetta í alvörunni. Nei? Hvað heldur ég sé bara að fara að ljúga hérna? Nei, ég var nú samt einu svona... Já, ég var í hérna víkufréttum fyrir ykkur sem viti hvað það er. Þá var ég oftar en einu svona að hendi í nokkra pósur fyrir Kóta hérna. Tísku verslun í Keflavík. Ekki nóg með það, þá labbaði ég í tískusýningu og ljósanótt hjá þeim einu sinni. Oh my god, ég líka. Já. Ég gerði það þegar ég var alveg orðin fullorðin. Þú veist, ég var alveg í Vestló þegar ég var að því. Ég gerði það þegar ég var 5 ára eða eitthvað. Ég man að ég og Katla frænka gerðum það. Eða nú er ég að muna villust. Ef Katla er að hlusta, þá geti verið að hún sé í kasti núna og er bara, hún er að bylla. Kannski dreymdi mig það. En mér minnir að ég hef gert það. Já, geta alveg verið. Ég allan á mynda mér og Kötlu fyrir framan Kóta á ljósunótt ekkert um hann. Mér líður eins og það hafi verið þegar við vorum að tískast eitthvað annað. En já, það sem ég ætla að segja staðreyndum mig er, já, ég var greinilega það krefjandi krakki að mamma og pabbi þurftu að fara á námskeið, svona foreldranámskeið þegar hvað er ég 2-3 ára eða eitthvað, jafnvel 4 ára, ég veit það ekki. Við erum búin að eiga þig í mörg ár þá, 6, 7, 8. Þetta var á listan mínum fyrir þig, sko. Já, það. What a time to be alive, eða á íslensku, ok, þetta verður að stoppa núna. Þetta er eini þáttur sem mun að láta svona. Jesús, almáttur. Já, ég stend með íslensku tungunni, en ég... Nei, hættum að tala um þetta. Mamma og pappi fóru á foreldranámskeið. Ok. Þau fóru á foreldranámskeið út af mér. Já, hjá Hugo heitir hann. Og skóadýrið Hugo og abarnir Sikk og Sakk voru gest á fyrirlestra. Why am I the way that I am? Nei, sko, við erum ekki að tala um, við erum að tala um bara marga vikur sem mamma og pappi fóru að setja eitthvað námskeið út af þér. Og hvað? Og svo komuðu heim með alls konar tækni sem átti svoleiðis að breyta öllu og þú náttúrulega bara, já, gleymi þessu. 1 2 Ég veit ekkert hvað þú ert að segja núna. Jú, öll æska mín er bara eitthvað svona, ef við hættum ekki að gera eitthvað. 1 2, það mátti ekki segja 3. Nei, á ég að segja 3? En málið með því að þú varst alltaf bara, þú varst bara, láttu við fá það. Ég var ekkert að stressa með á þessum afleiðingum, sko.
á meðan ég alltaf bara eitthvað heyrði aldrei 2, bara ok, ég er hætt. Já, það er svo gott dæmi sem að mamma og pabbi, það var sem sagt við þau á þessu námskeiði að ef að ég var að gera eitthvað sem ég átti ekki að vera að gera eða eitthvað bla 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 sem var greinilega oft að þá áttu þau að segja eitthvað svona hvernig þetta let þeim líða. Já. Svona að þú veist, Elva, þegar þú gerir þetta þá líður mömmu svona eða þá líður mömmu illa eða Bara hræðileg tækni. já og pabbi segir eitthvað við mig bara eitthvað, Elva, þegar þú ert að gera þetta, ég veit ekki hvað ég var að gera en þegar þú ert að gera þetta þá líður mér illa eða þá líður pappa ekki vel eða eitthvað bla bla og pabbi segir þessu sögu þannig að ég svona líti á hann og ég segi mér er alveg sama hvernig þér líður og þú veist ég er svona 30 ára eða eitthvað ég var náttúrulega bara að byrja að tala þegar ég var 1 árs Ok, hætt að segja þetta punktana mína núna. Ok, en já, mér finnst þetta mjög, þegar pabbi sagði mér það, þú veist, ég er bara, ok, go off queen, bara ein sem, sko, veit sín mörk, þú veist, ég er bara að gera mitt, mér er alveg saman hvernig þið líður, bara, haltu áfram með þinda og ég held áfram með vinda. Ok, og nú vil ég bara hlustendur svona pæla þess hvernig karakter þessi krakki var og hvernig það var að vera eldri systur hennar og hvernig það útskýrir á margan hátt hvernig ég er. Hvernig? Bara, það fór bara mikið fyrir þér. Já. Já. Tókst mjög mikið plás. Að því þá mér finnst þetta sturlu staðarind bara þegar ég pæli en ég er búin að vera gift í 5 ár. 5,5 ár. Já. What the hell? What the hell? 5 ár? Það er ógeðslega langur tími. Já. Ég er næstu búin að búa í Bandaríkjunum í 5 ár. Já. Ég ætlaði að búa hérna 1 ár. Oh, I know. Hérna. I know. Ég á mynd af Elvi á tjattinu hérna. Ég er bara að gráta af því að þið búið í Bandaríkjunum. Eðlilega. Já, en það er svo steikt að senda mér það. Bara láta þið vita. Bara aðeins að giltrippa þig að ég er hérna að grenja þetta út af þér. Þetta er náttúrulega ekki send í þeim tilgangi að giltrippa þig. Þetta er svona kannski bara mín leið til að segja að ég sakna ykkar. Barnanna. Já. Já. Svo er það. En þú átt næsta. Ég er að fyrir að vera upp í skröpa með þetta allt saman. Hefur komið til einhvers lands sem er framandi? Ég hef komið til lands sem ég langar aldrei aftur að fara til og það er Ísrael. Já. Já. Ég var búin að gleyma því. Ég fór, ég var ekki eitthvað að fara ein til Ísrael af því að mér langaði að fara til Ísrael. Ég þurfti að fara. Ef hvað varst að gera? Já, við fórum með U20 að keppa á EM. Evrópumóti, af því að Ísrael er svo mikið í Evrópu, fatti. Þannig að já, við fórum til Ísrael. Til Tel Aviv? Nei, ég var ekki í Tel Aviv, ég var í Eilat eða eitthvað. Ógeðslega ómerkilegt. Allavega ógeðslega ómerkilegu staður. En já, ég ætla ekki að eyða meiri mínútum í að tala um Ísrael. Nei. En þetta er bara staðreind að ég hef farið þangað. Já, það er reyndar störtlega staðreind. Þetta er svo afstæðlegt. En annars sem ég get ekki útskýrt og ef einhver ætlar að greina mig með, þú veist, að ég sé á einhverju rófi þá bara verði ykkur bara góðu. En þetta var miklu verra þegar ég var yngri en ég get ekki útskýrt þetta og þetta er ekki eitthvað svona pick me eða eitthvað svona en ég hata og ekkert má koma nálægt mér. Ég snerti ekkert sem er appelsínugult. Fair enough. Og bara, ég borða ekkert nema gulrætur af því að þær eru gular í mínum huga. Af öllu sem er appelsínugult þá borðar ég bara gulrætur. Ekki appelsínur eða mandarínur. Ok, sko, það þarf eiginlega að vera svona dökk appelsínugult. Þú veist, ef þú hugsar, eins og ég er með mandarínur fyrir fram mig, þær eru eiginlega bara svona mjög gulleitar. En nei, ég borða ekki appelsínur, ég borða mandarínur. Í dag, þú veist, en það var bara svona eiginlega allt appelsínugult, þú veist, all appelsínugult nammi og eitthvað svona, þú veist, nammipóki minn var ónýtur ef það fór eitthvað appelsínugult ofan í hann,
það var miklu verra þegar ég var yngri. Ég bara aðtöku hvort að næsta starrend sé að þú sett leigari. Þetta snýst meira appelsínuna, skilurðu, Ok. í appelsínugulum. Já, Og- en ég tengi reyndar allt svona appelsínu bragð sem er ekki appelsínu, þú veist, appelsínu súkkulaði, appelsínu gult M&M eða appelsínu gult skittless eða eitthvað. Ég tengi. Ég elska appelsínurúkkulaði. What? En mér finnst appelsínur ekki góðar. Ok. En já, bara allir vinir mínir sem voru með mér á svona úlingsaldri þegar þetta var svona gelgjanátt, var mjög erfitt að láta svona á gelgjunni. Það var ekki erfitt að vera í kringum mig á gelgjunni og líka svona vera að stríða mér eitthvað svona kasta appelsínugulu skittless í mig og þá náttúrulega getur ímyndaður píkur skrækin í mér, sko. Ég vil ekki sjá þetta skittless. Æjæjæjæjæj. Ok, nú á ég bara eftir starrendur þig. Ok. Síðasta starrendin sem ég ætla að koma með er áviðu mig og þig. Af því að eftir að hérna, ég er búin að kynnast þér svona betur hérna í gegnum svona hlaðvarpsþættin okkar, þá hefur það komið í ljós að þú hefur þessa eiginleika líka sem ég hef. Það er tvennt. Númer 1 er að þegar við erum að fara að segja eitthvað, að þá kemur svona það bil 20 setninga langt tilhlaup að því sem við erum að fara að segja. Af því að það skiptir okkur báðum svo miklu máli að allir viti backstoryið af því sem við erum að fara að segja. Já. Eins og núna í hvert einasta skipti sem að allan á þú, ég er búin að taka eftir þessu á þér og örugglega ég líka, ég tek ekki eftir þessu á sjálfum mér, en allir í kringum mig gera það og ég er að þessu núna, er að það er alltaf eitthvað svona, ef þú ert að fara að tala þú veist, eins og þú ert að tala um að plokka hárið, þá kemur fyrst, já, ég hef verið að gera þetta í mörg ár og margir halda að ég hafi verið, það kemur alltaf eitthvað svona og fólk sérstaklega vinkonum mér, bara, Elva, sagðu bara það sem þú ert að fara að segja, skilurðu, af því ég er alltaf bara, já, ég er að koma að því, það er mikilvægt fyrir maður að segja þetta fyrst. Þú veist, ég er kannski að fara að segja að ég hafi hitt gamla kennaran okkar út í búð, en ég er að segja bara svona, já, þú veist, ég fór út í búðina og ég ætla að leggja, þú veist, þarna, en svo var bara, þurfti ég að fara að leggja þarna, þú veist, og það er ástæðan af hverju ég hitt hann, og það er bara hitt hann hvern, ég var já, kennaran, þú veist, ég var að koma að því, en það skipti máli að ég lagði þarna, því annars hefði ég ekki hitt hann, fattur mig? Þetta Já, gerum við báðar. Ég held að þetta sé annarkvort eitthvað í uppeldinu eða í ADHD tengt, af því að ég þoli mjög illa að vera miskilin. Ég er heldur ekki góð í að koma punktinum frá mér, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég hef, þú veist, þegar út af við höfum talað um Twitter, þú veist, ef ég hef sagt eitthvað á Twitter og það er bara eitthvað, ég skil af hverju fólk skildi það þannig, en ég er bara eitthvað, af hverju kemur þessu svona illa frá mér, þú veist, og líka á TikTok skilur þegar ég er að segja eitthvað og bara eitthvað svona, þú veist, stundum er maður bara svona, ok, það er skrítið að þú hafir náð að hoppa þangað að taka þessu svona, en svo stundum er ég bara eitthvað, þetta var mér að kenna, skilur. En það sitna sem ég ætla að segja er hérna að þetta gerum við báðar líka, að þegar við erum að tala um eitthvað þá segjum við sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur nema í nýju búning. Hvernig, ég skil ekki alveg. Þú gerðir þetta núna bara í síðasta þætti þegar þú varst að tala um styrktaraðilana. Þú sagði 2 sinnum í röð með þannig Lind Skandinavía. Já, við erum svolítið líka að taka upp podcast, þannig að stundum þegar ég er að klippa þá gleymi ég kannski, eða ég er með eitthvað þráð alltaf að taka upp aftur og ég held að það hafi gerst í síðasta þætti. Að þú veist, ég hef byrjað að taka það upp á nýtt en svo bara greinilega var ég með 2 sinni. Já. En þú gerir þetta samt, sko. Þú veist, ég er alveg búin að taka eftir, en út af því að ég gerir þetta líka. Þú veist, Telma segir þetta alltaf að ég sé að segja sömu söguna bara í nýjum búning. Þú veist, ég segi eitthvað svona, stundum byrja að tala og tala og tala og ég tek eftir að hún er hægt að hlusta og hún er bara eitthvað, já, þú ert búin að segja þetta 5 sinnum, skilurðu. Nema ég kannski segi þetta frá öðru sjónarhorni í seinna skiptið, skilurðu. Já. Þannig að já, þetta er staðreyndin mig. Þannig að ef ég er ekkert að segja ykkur sögu og ég byrja að segja ykkur sama hlutin aftur nema bara kannski frá aðeins öðru sjónarhorni eða aðeins aðrar áherslur og eitthvað, þú veist, þá megið stoppa mig og segja bara alveg, þú sagðir þetta áðan nema bara, þú sagðir þetta út frá því hvernig, þú veist, þú manst þetta, en núna ertu að segja hvernig mamma þín mann þetta eða eitthvað svona, I don't know. Ég næ ekki að hugsa um dæmi as we speak, en þetta gerum við, ég veit það. Ég tek ekki eftir þessu hjá mér, en ég tek eftir þessu hjá þér.
En ég veit að ég ger þetta líka. Ok, á ég að segja þig. Já, give it to me. Náttúrulega punkturinn minn er komin með að mamma og pappi fóru á foreldranámskeið og við þurfum eiginlega bara að hafa mamma og pappa í þátt, en fá þau í þátt til þess að ræða þetta. Og sérstaklega þú veist að muna rétt að þau hafi átt að segja eitthvað ógeðslega manipulating hvernig þeim leið. Það er ekkert manipulating. Jú. Af hverju? Ég myndi aldrei segja börnunum mínum eitthvað, þetta er að láta mér líða illa, það sem þú ert að gera er að láta mér líða illa. Af hverju, þú veist, en það er það ekki bara skilvirk leið? Bara ef að krakki vill ekki særa mömmu sína, þá á hann ekki að óhlýðnast mömmu sinni. Af því að það særi mömmuna. Nei. Nú? Ég er ekki sammála því. Ok, það þýðir þetta ekki að sé rámt ef þú ert ekki sammála því, sko. Nei, en alveg það er bara mjög margir og flestir á Íslandi sem eru með eitthvað svona, þú veist, virðingaríkt uppeldi og svona, þú veist, eitthvað svona leið sem að eru að fylgja að einhverju leiti. Þú veist, aldrei að fara að segja, þú veist, ég segi börnunum mínum bara að ég elski þau alltaf, skiluru, og bara svona, þú veist, vill frekar að þau viti, þú veist, að þegar þau eru fullorðin að þú veist, þá er ekkert sem að þau geta gert sem er eitthvað, láta mér líða einhvern veginn, þú veist, ég ræða alveg við mína tilfinningar og ég vil bara hjálpa þeim að, þú veist, komast í gegnum sínar frekar. Já, ég held samt í alvörunni að ef ég ætti barn eins og ég var þegar ég var krakki, ég hefði örugglega Já, bara það er mjög eðlilegt að 25 ára uppeldunar aðferð sé ekki að standast tímans tönn, sko. Þú veist, ég er ekkert eitthvað að gagnrýna mömmu og pappa eða þau sem að gerðu þetta dæmi að því að þú veist, þau bara vissu ekki meira þá, skilur. En það sem ég er með þig er að þú ert eyrna fullorðin í dag. Já, ég er það. Elva var semst eyrnabarn og það var svona hennar aðal merki, sko, hún var alltaf veik í eyrunum. En hún er ennþá bara alltaf veik í eyrunum og hún er í dag eyrna fullorðin. Já. Viltu segja söguna að þú varst fyrir vestan eða eitthvað svoleiðis? Þegar að hljóðheimurinn sprakk. Já. Það er náttúrulega bara, hún er alltaf að springa, sko. Hljóðheimurinn springur bara út af engu, sko. Auðvitað bara núna eins og í vor var ég bara ógeðslega lasin út af því að þú veist ég var búin að vera með streptokokka og svo byrjar allt í einu bara að leka úr eyrun á mér þegar ég var búin að hressast bara bókstaflega að leka á fullu. Já, eyruðin bara grenja. Já, þau bara grenja og ég skildi ekki að því hljóðheimurinn mín hefur sprungið það oft að ég veit alveg hvernig það er þegar hún springur og ég veit alveg verkurinn sem kemur og þrýstingurinn og svo hvaða losnar mikið þrýsting þegar hún loksins springur og allt þetta. Nema ég var ekki búin að vera með neina verki í eyranu, ekkert allan tíman á meðan ég var búin að vera lasin. Svo þegar ég var búin að jafna mig og var hætt að vera lasin að það byrjaði að leika úr eyranu þannig að ég var alveg smá svona, ég skildi ekki alveg. Og svo bara byrjaði verkinir að koma í eyrað alveg þannig að ég var vakandi í ykkur 3 nætur í röð. Ég á mynda mér á þessu tímabili út af ég var ekki lasin, þú veist, ég var ekki með hita en eitt þannig. En ég var svo verkjuð í eyrunum að það var eins og ég væri, þú veist, það væri eitthvað búin að læsa mér niður í kofa í 3 daga og ég hafði ekki haft aðgengi að, sko, mati eða vatni eða neinu, sko, þú veist, það var bara ekki sjón að sjá mig. En já, svo fer ég upp á spítala og ég enda á að vera næstu lögðin á spítala út af því að ég var með svo mikla sýkingu í, sko, beininu fyrir aftan eyrað sem er, sko, ógeðslega sjaldgæft að manneskjur eldri en, sko, 5 mánaða að fá. Þannig að þegar ég fór upp á spítalan fyrst þá var ekki henni skimað eftir þessu hjá mér. Oh my god. Þannig að það skildi ekki hvað var í gangi en ég var ógeðslega bólgin í öllum eitlunum hérna á bakvið, eða skilur upp hálsin hérna og já og það bara lag úr eyrunu og ég var svo verkjuð og ég var búin að fara á einhver sterk sýklalyf og ég veit ekki hvað og svo fer ég svo þú veist náu við ég næ að hitta eitthvað svona voða specialist og hann er bara já þetta gæti verið þetta en það er samt afarsjál það er ógeðslega ólíklegt að þetta finnst eða ekkert í börnum eldri en 5 mánaða sko og ég var samt bara svona ok, ennur please bara að taka sýni og tjekka og hann gerir það svo bara já, hörðu þú ert hérna með ég man ekkert hvað það heitir, þetta er eitthvað voða flókið ég var bara já, sæll einmitt
það var bara kortir í að ég myndi þurfa að fyrir aðgerð þar sem að er þið sko að hætta á að myndi springa beinið hérna fyrir aftan eyrað út af sýkingu í beininu. Oh my god. Þannig já, og svo í sumar þá var ég í Tælandi og þá fekk ég hérna tannholdssýkingu. Þannig sem að tannholdið mitt byrjaði bara að bólna á fullu, svona eins og ég var lítið barn að fá tennur. Þannig að ég er bara Benjamin Button, ég er bara yngjast með árunum. Ég fæ bara 5 mánaða veikindi. Nei, 5 mánaða veikindi. Veikindi eins og 5 mánaða börn. Já. Þannig já, En þú, en það var... ég held þú sett ekki Benjamin Button, þú er bara föst í því, held ég. Þú hefur bara alltaf verið að fá eitthvað svona skriti. Svo er það. Já, með Vestfirðina, þegar ég og vinkona mína vorum að keyra vestur, ætluðum að fara til Ísafjarðar og fórum hérna ekki þessa hefðbundin leið, fórum hann alla firðina, ekki alla firðina, er ekki firðir báði megin við Ísafjörð eða? Já, en þið fóru, þú veist, vestan megin. Já. Flókalund og það. Jú, þegar vorum að fara þá gistum við eina nótt í Flókalund og Flókalundi, eitthvað, allavega. Og ég var að drepast í eyranu og við vorum að keyra upp á hálendi og þá kemur svo mikil þrýstingur að hljóðheimina mín springur og ég er náttúrulega með rör í eyrunum. Þannig að það er sýkingahætta. Verandi 25 eða eitthvað. Já, þú veist, það er sýkingahætta ef að hljóðheiminan springur og þú ert með rör. Þannig að aftur þurfti við að nýta tengslin okkar og þá fóru vinkonur mínar ég fór reyndar með á Rauðasand og við vorum þar eitthvað og ég eitthvað að reyna að njóta að drepast í eyranu sko. En ég náði að dobla, þetta var þú veist á laugadegi eða sunnudegi eða eitthvað, ég náði að fá að hitta eitthvað lækni á Patreksfirði eða eitthvað, já, Patreksfirði, bara eitthvað sem kom í eitthvað útkall til þess að fara með eitthvað töng inn í eyrað á mér og hreinsa, það var greinilega allt út í blóði inn í eyranu og hann þurfti eitthvað að hreinsa á mér bara innra eyrað og finna rörið og taka það úr og eitthvað svona. Þannig já. Nice. Þannig að bara ef að þið eru eitthvað með eyrnabólgu eða verki í eyranu eða eitthvað svona, þú veist, þá bara ég hugsa til ykkar, þetta er versti sársauki sem að ég hef upplifað í lífinu mínu. Ég fór á ChatGPT í vor þegar ég var þarna með sýkinguna í beininu og ég spurði hvað er verra, eða ég skrifaði eitthvað svona, er eyrnaverkur það versta sem að versti sársauki sem hægt er að upplifa því að mér var það illt og ég er alveg með háan sársaukatröskuld sko og ChatGPT svaraði bara að þú veist einu umtalaði verkurinn sem væri mögulega verri en eyrnaverkur væri að fæða barn. Ég var bara, ég kaupi það, þú veist í alvörunni, þetta er það vont að ég kaupi það, eina sem er verra er að fæða barn, allan fyrir konur. Þú veist, kallmenn myndir örugglega segja að þú veist, sparka í borðið eða eitthvað, að það sé verra. Já. En já. Er þú með eitthvað fyrir mig? Já, Okay. jú. Ég hugsaði bara eitt að þegar það var komið á skuldadögum hjá mér þegar þú varst orðinn unglingur og ég er greinilega búin að herja þitt líf í mörg ár, greinilega. Þegar þú ákvæmst þegar við vorum bara upp á okkar versta á heimilinu. Hvað þú gast við... Úlingsárum. Hvað meinarðu? Jú, ég var kannski á gelgjunni en þú varst yngri, held ég. Ef þú ert að fara að segja sem ég held að segja. Það er ekkert skárra. Ef þú, ég er að fara að tala um hvað þú varst ofbeldisfull í minn garð. Já. Er það eitthvað skárra að ég hafi verið lítil stelpa og þú á úlingsárum? Og þú hefur verið gjörsamlega að kála mér. Ég átti ekki breyk í þig, Lovísa. Nei, en ég var búin að telja 1, 2 og... Nei, þú veist, það eru til sögur á þér, sko, sem að ég veit það. Nei, byrju hlustaðu. Ég er bara að tala um, sko, þegar ég er að tala um það, þá er að tala um momentin þar sem að ég var kannski búin í skólanum undan þér, af því að þú varst kannski til 2 og ég var til 1:30 eða eitthvað. Og þú kemur heim og ég er kannski að horfa á sjónvarpið og þú bara, hvar er fjastringin? Og þú bara ætlar að fara að horfa á sjónvarpið og taka yfir sjónvarpið af því að þú ert sko stóra systir mín og þú ræður, við erum bara 2 einar heima.
og ef að ég vogaði mér að, þú veist, mögulega fara að setja upp eitthvað, þú veist, hvað ég segja, slaga á móti eða fela fjastringuna, þú veist, að því ég var alveg byrjuð að gera það, að fela fjastringuna, því að mér langaði kannski að klára að horfa á það sem ég var að horfa á, en ég hafði bara eitthvað hálftíma break áður en þú myndir koma heim úr skólanum. Oh my god. Og þetta var alltaf, þú veist, Lofís og Skvinkona var alltaf með og hún var náttúrulega ekki stórt systkini, hún elsta barn, þannig að hún var alltaf tilbúin í slægin með mér og við myndum svo oft upp, en ég man bara eftir, þú veist, ekkert eitthvað eftir einu mómenti, en það var eiginlega alltaf yfir sjóvarpinu þegar við vorum 2 einar heima þannig að mamma og pappi komið heim úr vinnunni og það var bara, jæja, þetta var bara svona eins og í, þú veist, David Attenborough hefði getað lesið inn á þetta, við vorum eins og skepnur á heimilinu. Hlaupandi hringi kringum eldhúsinu þú þegar ég þurfti að grípa í hnífasettið til þess að reyna að vernda mig af því að á þeim tíma þá í alvörunni bara svona að einlægni ég var það hrædd, ég var bara það er enginn sem getur bjargað mér nema þessi hnífur. Ok, ég mittið aldrei eitthvað svona, þú feist aldrei eitthvað glóðurauga eða eitthvað svoleiðis, slakaði. Þú rófubeinsbraust mér næstu einu sinni þegar þú kippti mér úr sófanum, þegar ég sat í sófanum og þú hélst að ég væri sitjandi ofan á fjastringunni, þá tókst í báða ökklana mína og svona kippti mér úr sófanum þannig ég bara á flísarnar beint á rófubeinið. Ég var sko haltrandi bara í marga vikur eftir þetta og ég þorði vel að segja að því var bara, þú veist, að því ég er vissum að ég hafi örugglega setið á, þú veist, fjastringunni eða þú veist, þú hafði rétt fyrir þér þannig ég vildi ekki vera eitthvað já, en hún hafði rétt fyrir sér eða eitthvað skilur við já en já, þannig að það er systur, það er bara svona ég held að þetta sé alveg eðlilegt svona já, þetta er eðlilegt, þú veist ekki hversu mörg TikTok ég hef séð bara eitthvað svona þú veist, eru þið alvörunni systur ef þið hafið ekki allt hvar aðra með hníf í kringum eldhúsið eitthvað svona þannig og þá fæ ég alveg svona ok, við erum ekki sækópatar, þú veist, við erum bara systur. Þetta er eðlilegt. Og líka, ég nenni ekki að fara út í það, en þið getið eða ekki ímyndað ykkur hvað Elva var pirrandi á köflum. Já, ok. Á köflum, bara oftast. Já, þú líka. Mér fannst þú alveg pirrandi, sko. Ég veit það, en þú veist, þér fannst ég pirrandi að vera að gera ekki raskat og þú varst alltaf að koma og böggast í mér. Ég mani því alveg þannig, sko. Nei, vantarlega ekki. Já, ég hef allan afsökun, ég var litla systir, ég vissi ekkert betur. Ég var kannski bara eitthvað vildi vera með eitthvað og jújú, það er kannski alveg pirrandi. Nei, Elva, þú komst og varst kannski með 5 vinkonur fyrir aftur. Lása, ekkur stu ekki að leika við neitt? Ég bara alltaf þetta dæmi. Já, þetta er bara eina dæmi sem ég man. En þú veist, alltaf kom eitthvað, það var eins og að vera eitthvað svona, þegar, þú veist, yfir sumatíman eða eitthvað, þegar bara Polly Pocket var ekki lengur skemmtilegt og eitthvað, að það bara, heyrðu, ef við fara að bögga Lóðísu, þú veist, það var bara eins og það var eitthvað leikur, já, þeir eru vinkoninu stundum, Lóðísu, sko, Kristrún og eitthvað svona, greiðin eitthvað, já, eitthvað, Elvi er að fara að bögga staðins í Lóðísu, gerum það núna. Bara já, Polly Pocket búið, næsta dagskrá, böggum Lóðísu. Já. Æ, stelpur, nennum ekki að ganga frá og aðeins að böggast í Lóðísu og mamma kemur og segja okkur að ganga frá. En næsta staðarind hjá mér er, þú nefndir þetta aðeins áðan, en Elva byrjaði að tala þegar hún var svona 15 merkur. Hún fættist, þú veist, 14 og svo misti hún svo mikið að kílóum að því hún borðaði ekki neitt. Hún var orðin, ok, var kannski orðin svona, var svo lítil og varst svo eins og, sko, unga barn sem að labbaði einhvern veginn og talaði líka ógeðslega skýrt og það var bara steikt. Ég man smá eftir þessu, en svo líka bara svo fyndi af því að þú talaðir skýrt og góða íslensku þá, væntanlega. Það er ekki sletta í þá dagana en já, þetta var bara svona skrítið og líka kom bara hana og stjórnaði allir fjölskyldinni og þú veist að fara á námskeið til þess að tækla hana og svona en svo við vorum mjög góðar sko saman á þessum tíma af því að ég var svo vel balina, ég hlýtti þér bara líka þú gast bara stjórnast með mig og það var ekki fyrir en að þú varst kannski 4 ára eða eitthvað sagði mamma og mamma segir við mig að ég þurfi ekki að hlýða þér
og þá Þá, breyttist þetta allt. oh, how to turn the tables. Þá urðum við eins og 100 köttur í einhver, já, kannski 15 ár. 12-15 ár. Já. Já. Því meður. En núna erum við að reyna að púsla svo aftur saman, svo við getum nú unni betur saman í framtíðinni. Ég bara að heyra þessar sögur af mér og vitandi að ég svona ennþá. Af hverju er ekki eitthvað fyrirtæki búið að heyra í mér? Þú veist, ég get verið að bás, sko. Ég get tekið, þú veist, Landspítalann og gjörsamlega tekið hann í nefið. Það er ekki mannekla, allir myndu fá vel borgað, þú veist, ég myndi bara sjá það. Bara mest toxic yfirmaður sem að nokkuð tíman er fundin. Róa sig, ég var ekki Þú toxic. ert svo mikið savage og hlutir sem að þér finnst í lagi að segja er galið oft. Mér finnst bara eins og fólk að ég hætti að vera viðkvæmt, þú veist. Mér langar bara að geta sagt það sem er rétt, fattur þau? Já, en Allt í stundum einu er allt sem er rétt og eðlilegt, nei ekki eðlilegt, allt sem er rétt og þú veist make a sense. Allt í einu þarf það, allt í einu má ekki segja það, af því að það er ógeðslega controversial. Nú er ég ekki að tala um neitt, eitthvað svona pólitíka, eitthvað svona bull, eitthvað svona skoðun, en þú veist, eins og þú veist bara Sigga þarf að mæta betur í vinnuna. já, nei ekki endilega þannig, en þú veist, ok, ég veit ég má ekki tala mikið um það að ég sé búin að fitna út og ég er búin að gera það svo oft í þessum þáttum, en til dæmis eins og það, að ég megi ekki bara segja að ég sé bara fokk, ég er hún svo feit og fólk fyrir alveg í kleinu, það er bara, nei, veistu, ekki tala svona um sjálfa þig, og ég er bara svona, byrju, en þetta er rétt, þú veist, þetta er bara staðreynd. fakt, þetta er bara staðreind og ég er ekkert eitthvað að vera vond við sjálfa mig, ég er að tala um svona hluti, þú veist, að fólk fari í kleinu þegar maður er kannski bara að segja eitthvað svona, og ég myndi náttúrulega kannski ekki segja þetta við neitt annan, ég er ekkert að lappa upp á Stín út í bæ og vera bara, nefnir ekki tjöfullegt, þú búin að fitna, kona, þú veist, ég er ekkert að hendi eitthvað svoleiðis. Og ég myndi ekkert vera eitthvað á Landspítalunum bara, nei, Sola, þú ert rekin, þú ert búin að fitna alltaf mikið, þú veist, ég er ekkert þannig. Ég er ekki að tala um svona hluti, ég er bara að tala um svona hluti sem að ég tel mig mega að segja og þetta dæmi á við um sjálfa mig, að segja um sjálfa mig að ég sé búin að fitna. Og ég er bara svona, nei, please ekki að fá bara hérna Harlem Shake yfir þessu, skilurðu. Jésús. Ok, sorry, ég þurfti bara aðeins að pústa, þetta er kannski aðeins svo mikið. Nei, ég er alveg sammála og líka, þú veist, eins og svona þessi aumingjavæðing Já. og það aðalega sem fer í taugarnar á mér er bara svona foreldravandamál í íþróttum sem að við kannumst ekki við á eigin skinni af því að foreldrar okkar eru þjálfarar og þú veist við tökum bara sér þátt í það örgla. Já. Reyna að tala til foreldra barna í íþróttum af því að Guðjónabænum hætti að skipta ykkur að verið bara að styðja barnið ykkar og ef það fær ekki að spila þá þarf það bara að leggja harðar af sér. Það var ástæða fyrir því. Að öllum líkitum í langflestum tilfellum og já. Já, þá eru komin út í þá sálma. Þetta er ekki sálmar fyrir þennan sunnudag. Nei. En ert þú með eitthvað í viðbót? Nei. Þú veist, auðvitað er eitthvað í viðbót, sko. Ég er endar með eina staðrind í viðbótum þig. Hvað? Þú átti bara kærasta frá þig og varst í, þú veist, 7. bekk. Og Er það ekki smá geia? Ég veit það ekki. En þú átti bara, þú veist, það var bara skipt inn á, það var bara nýrkomin. Já, sko. By the way, sko, strákarnir sem þú varst með í grunnskóla. Hvað? Ég ætla ekki að sjá Dóta þá. Ekki Marvin? Varstu með Marvin? Já, veska mín. Ég og Marvin við vorum hjón, sko. Ertu að tala um þegar þú voru lítil? Já. Ekki 7. bekk, þú veist, þegar þú varst að byrja með. Jú, low key. Marvin var fyrsti kossi minn, sko. Oh my god. Í frímínútum, fyrir aftan rafmagnskassan, hjá Heiðasil. Jesús minn almáttur. Ég man ekkert við vorum í 7. bekk eða eitthvað. Já.
þetta var actually Það er svo, örugglega bara- það er svo sætt moment ef ég pæli í því. Við vorum, það þorði enginn að kissa kærasta sinn og við vorum allar eitthvað með kærasta. Við vorum eitthvað 4 og við fórum öll fyrir aftan rafmagnskassan og við vorum allar 4 með kærastanum okkar sem stóð á móti okkur og við vorum öll 1, 2 og og vorum bara Ok, getum við svona talað um að þá voru við bara að eiga fyrsta kossin eða á sama tíma. Ég var í 9. bekk eða eitthvað. já, þetta er náttúrulega, þú veist, ég er að tala um bara eitthvað mömmukost, bara literally millisekundur. Já, ég fór bara beint í sleikinn, sko. Új, Oj, sleikur. já. En já, já, ég ætla að segja að það er eiginlega smá gay að hafa alltaf verið á föstu. Ég hef alltaf verið á föstu líka, sko. Ok, gay. Nei, ég segi svona. Ég var alltaf á föstu þangað til ég fór að vinna í sjálfum mér. Ok. Það er svo slemt að ég var ekki eins og að djóka. Nei, ég veit, þess að fór ég að læja. Ég er að krinsa svo mikið. Þetta er svona satt. Þetta er satt, þú veist. Ég var á föstu þangað til ég fór til sálfræðings og var þá ekki á föstu í 7 ár. Þetta segja að sjálffræðingurinn hafi gert þig gay. Nei, tjók. Nei, alls ekki. Ég er að grínast. En þetta er svo hræðilegt, sko. Hvenær eigum við að vera að taka þessi podcastu upp? Af því að núna erum við að klára. Já. Og við erum svo miklu fyndnar og skemmtilegri núna. Af því að maður þarf svona tíma til að hita upp. Og við höfum svo lítinn tíma til að taka upp. Af því að núna er ég að fara að sækja. Og ég er að reyna, við þurfum eiginlega að finna eitthvað betur út úr þessu. Og Já. eða bara þegar ég kemur til Íslands þá þurfum við bara að taka upp 1900 þætti eða eitthvað. En það er líka svo leiðilegt. Hvenær kemur til Íslands? Ég veit það ekki. Jæja. Ég þarf að koma í brand trip. Já, Bara- ándjóks. Læna upp hérna. Ég ætla bara að gista á hótelum og hérna fara í... Það verður allt bara livestreama á TikTok. Já. Taka upp þætti þessar milli. Oh Já. my god. Sko, hvað heldur að myndi gerast ef ég kæmi ballust til Íslands? Það myndi allir verða brjálaðir. Það er enginn sem vill bara sjá mig. Nei, svo sem Ekki ekki. eins og amma og afi. Jú, ég held að amma og afi væru einu. Já, svona rétt svo. Þau myndi láta sig hafa það, en þau myndi alveg frekar vilja fá mig með krakkana, sko. Já, þú getur bara kent sjálfur að eiga svona skemmtileg börn. Já, Ef þú ætti Maður leiðileg á nú börn, þá væri enginn eitthvað að deyja við því að hitta þau, sko. ég veit það. En pældi, ég á eiginlega allan heiðurinn af því. Já. Því að þú getur votta fyrir það. Því að fyrst Gunnar er ekkert fyndin, er það nokkuð? Jú. Hann getur verið Nei, þetta er fyndinn. Ha? Fyrst þið Já, það? ok, mér finnst bara, ok, það sem ég ætla að segja, það sem að, þú veist, eins og gengur að gerast í svona samböndum, að þú veist, þegar að ég er með, þú veist, þegar við vorum í LA jólin og þú veist, Telma var svona í fyrsta skipti mikið í kringum mig og ykkur á sama tíma, þá fannst henni þið ógeðslega fyndnar því þið voru alltaf eitthvað svona að gera grína mér, skilju. Já. Og ég er eins með Gunnar, þú veist, Gunnar er eitthvað svona að svara þér eða segja eitthvað við þig, þannig að mér finnst það ógeðslega fyndið því ég hef alltaf verið svo, skilju. Já, þið finnst bara gaman þegar hann er að vera my op. Já. Og þá varst þú bara, oh my god, tengi. Þá finnst mér hann fyndinn. Ég bara, já, segðu eitthvað meira, Gunnar. Tætt hann í þig. Er hún ekki óþólandi? Tætt hann í þig, mana þig. Já, við þurfum alveg að setja þegar við vorum að byrja saman þegar þú varst alveg. Ertu viss? Þið fannst það svo ræðilegur. Nei, mér fannst hann ekki hræðilegur, Lovísa. Þú varst bara að sýna mér hluti sem að ég heitlast ekki það sjálf og ég var bara að vera hreinskilin. Við erum bara ekki með sömu típu. Nei, en það Gunnar var ekkert heldur eitthvað típan mín. Ég er ekkert vissum að... Nei, ég bara man eftir því þegar þú varst að sýna mér eitthvað myndbanda sem hann var að spila á gítar og þér fannst það svo flott og ég var svona, Nei. jú, víst.
mér fannst það ekki flott. Jú, þetta er alveg core memory hjá mér þegar þú varst að kynna mér fyrir Gunnari og þú veist bara, já, hann kann að spila á gítar og eitthvað svona gítar á honum að syngja og ég var svona, heitlast það því? Ég heillast ekki að því. Nei, ok. Ég get ekki einu svona sjálf, ég get valla þegar hann byrjar að taka upp gítarinn hérna bara heima, þá er ég bara, ég þól ekki þegar fólk syngur, í alveg, ég þól ekki þegar fólk syngur nálægt mér. Já, ok, þú veist, ég er nákvæmlega eins, en svo byrja ég með Theater Kid, sko. Hvað Þannig er að- það með okkur? Allt er yfirstíganlegt þegar ástin er inn í Er mynd. annars vegar, þú nærð að, þú veist, þú maður að slátara öllum svona þegar þú byrjar. Þú segir Hvað? eitthvað svona rétt fyrst Já. og svo hugsa ég svona þrjá, ok, hún getur rettað þessu með því að klára þetta á svona þrjá vegu, en svo segir bara eitthvað sem er ekki rétt íslenska. Hvað var ég að segja? Ástin, nei. Allt er hægt. Já, Ég man ekki Allt er hvað ég sagði. yfirstíganlegt. Allt er yfirstíganlegt þegar... Þú veist, þú hefði getið sagt ástin er annars vegar eða þegar ástin er, þú veist, bara eitthvað, en þú eitthvað, þegar ástin er í mynd. Hey, ég segi bara það sem kemur til mín. I'm Já, ég just veit an það. artist. Reyndu að láta eitthvað annað koma til þín sem að make up meira sens. Þarf Og verður góður í íslensku. þú ekki að dimma mína... Hættu að beinþýða enskar þýðingar, þú veist, enskar setningar yfir á íslensku. Það Þarf þú virkar ekki að dimma mitt ljós? Já, ég veit þú veist að reyna að segja það, en það er bara ekki rétt. Hvað á ég að segja á íslensku? Vertu ekki að myrkra svona yfir mér, unga mær. You asked for it. Já, við þurfum að taka þáttum orðtök og læra smá íslensku. Já. Oh my god, getur gert svona, þátt, þar sem við finnum eitthvað svona orðtök og hvað þið þýða, nema þú átt að gíska, þú gískar hvað mín orðtök þýða og ég gískar hvað þín orðtök þýða. Er ég ekki bara búin að segja það tvisvar sem ég er svo þætti það? Ég veit það ekki. Ertu búin að segja það? Já, það er Ok. það sem ég er að tala um. Ok. Oh my god, getum við gert þátt? Alveg, segir það sem ég er búin að nefna. Oh my eiginlega god. tvisvar. Ég er með svo góða hugmynd. Á ég og þú að gera podcast sem heitir Falsfréttir. Oh my god. Já, við verðum eiginlega að vinna með intro í lok hvers þáttar af því að Já. við endum alltaf á að vera svo miklu hressari og skemmtilegri að fólk klikkar örugglega bara hættir að hlusta á okkur í byrjun af því við erum svo þurrar og leiðilegar. Já. En við erum að reyna að finna eitthvað út úr þessu, þú veist, við verðum eiginlega að reyna að finna eitthvað betri tíma til að taka upp þar sem við náum að vera eitthvað að spjalla fyrst. En hvernig meika það sens? Þú veist, hvenar myndi það vera? Já, ef að fólk er ekki átt að segja á því, þá er 8 tíma mismunur hjá okkur, sem er alveg svolítið brútal. Og einu tími sem ég er ballaus á virkudöfum er frá 9 til 11 og klukkan er 11 núna og ég þarf bara að fara eftir 10 mínútur, sko. Þannig ég er alltaf svolítið svona, meðan í vöknu og Elva er svona nýkomin á vinnunni og þú veist, ég veit ekki. Ef við vera bara sunnudagskvöldum með þér, meðan sunnudag hjá mér, reyna að hafa einhverja þætti þá, eitthvað svo leiðis. Getum alveg kannski stemt að því ef við tökum upp núna og svo næsta 50 að taka þá bara upp alla sunnudaga eftir það eða eitthvað. Byrjum bara korter á öskri kotta að við komum með eitthvað því að við erum alltaf svona hvað hita okkur upp. Já, ég meina, ég fekk mér amin á fyrir fyrstu 2 þættina, sko, því ég var bara að gýra mig upp, sko. Já. En svo núna erum við líka hættar að kynna okkur, ég er alveg komið nóg að sjálfur mér, sko. Já, en ég fekk samt daginn bara eitthvað svona að við höfum ekki kynnt okkur nóg, þannig séð. En þá getur fólk bara spurt spurninga í, þú veist, á Instagram. Erum við ekki með Q&A í gangi núna? Jú, en ég verður náttúrulega búið þegar Já, ég veit. þessi verður komin í loftið, þannig. En ég er bara að segja, þú veist, fólk getur samt alltaf senda á Instagramið. Já, við getum líka bara verið með eitthvað svara spurningu þar eða eitthvað. Liggur við, ef fólk vil kynnast okkur betur. Já. Ég kom með hyggsta, þá held ég að þetta sé bara komið gott til okkur. Já. Ætlaðu að taka intro? Ég eiginlega bara geta ekki. Ok. Ég er bara með hlæðan hyggsta. Ég er að spá ég að láta Flóka taka upp hérna smá svona eitthvað intro fyrir okkur. Svona Já. milli.
af því að hann sagði í gær í bílnum hérna, og það Gunnar allt í einu byrjaði að spila podcastið þegar það átti að vera scheduled Já. og ég fekk hjartaáfall þáttur að hann var alveg tilbúin, skilur ég bara, Já. fannst það mjög óþægilegt og Flóki sérði það í bílnum og hann sagði, hei, mamma, falsfréttir því þetta þú ert orðið frægur eins og ég Actually, já, ég þarf að senda þetta á því af því að hann er svona smá með þrá ekki fyrir að vera frægur af því að hann var í annálnum á Rúf í fyrra Já. alltaf að tala um það og hérna svo segi ég ekki neitt eiginlega og Gunnar er eitthvað svona að segja mér á meðan ég var í LA þá tala hann svo mikið um að hann var svo frægur á Íslandi og hérna síðan ég segi ekki neitt og hann leið, er það ekki? Mamma, er þetta ekki þú Elva? Og ég leið, jú. Hann leið, til hamingju. Takk, ástu mín. Já, ég er alveg til í að kannski fá hann inn í intro eða eitthvað tímann. Mér langar að spjalla við frænda. Hvað segirðu, frændi? Já, allir að býða til. Já. En ég þarf bara að reyna að finna út úr því eitthvað með mikrofónin. Ég er að fara að skila þessum, by the way. I've had enough. Ég þarf eiginlega að reyna að finna bara sama og þú ert með. Já, það sé næs, sko. En bara fæst eiginlega ekki hérna. Ég þarf bara að kaupa hana eBay. Það er smá riski. Já, þannig ég ætla að reyna það. Já, farðu að reyndu það, kona. Hljóðið er svo skringilegt í okkur, svona mismunandi. Það verður kannski meira sniðut ef við verðum með eins mikrofón. Já. Ok. Gerum það. Sjáumst. Love you, bye. Bye bye.